Ok, CSS sem sagt þá svona annar af þessum þremur pólum, HTML, CSS og JavaScript. CSS, Cascading Style Sheets, og Style Sheets að því leyti að þetta notað til þess að lýsa framsetningu á skjali sem skrifið í einhverju markup language, og þó svo að við höfum notað þetta aðalega í HTML, þá getið þið líka að nota CSS í SVG, og við fórum alltaf ekki sérstaklega mikið í það að nota SVG, eða bara ekki neitt, en það mjög heitt topic þessa dagana og fólk mjög mikið að færa sig yfir það að vera bara með mjög margar hluti í SVG, og þá getur maður notað CSS til þess að animata myndir og breyta litum og gert svona alls konar, mjög skemmtilegt. En CSS hannað til þess að aðskilja, það hannað til að aðskilja efni frá útliti og með það alltaf í huga, þannig að þetta alveg aðskilið þarna, markupið okkar og svo útlitið okkar. CSS einn hluturinn af efni sem staðlaður af W3C, og það hefur náttúrulega var svolítið brösótt saga þarna hvernig þetta við hættum að nota töflur og þess að til þess að smíða vefi, og hvernig CSS átti svolítið erfitt uppdráttar þangað til að koma í raun CSS 2.1 svona loka útgáfan hann á 2011, sem ekki það langt síðan, og það í raun byggir grunninn á því hvernig við notum CSS. Það gefur okkur svona þetta visual model, og svo fáum við CSS level 3 eða CSS 3 sem oft kallað, eins og það sé einhvern veginn betra CSS en CSS 2, en það í raun bara áframhaldið á þessu og unnið í svona mótulum, þannig að við erum ekki að fara að fá einhvern risastóran spekk sem skilgreinir allt það sem í CSS 3, heldur erum við bara að fara að fá CSS 3 Flexbox, CSS 3 Animations og svo framvegis. Þannig að þetta allt í mótulum sem eru bara á mismunandi stað í því að verða svona fullmótaðir spekkar hjá W3C. Og samkvæmt W3C þá munu allar viðbætur og breytingar á CSS falla undir CSS 3 hatt, og við köllum þetta bara eins og við köllum HTML5 og allt þetta, bara HTML, þá köllum við þetta bara CSS. Þá erum við að tala um CSS 2 og CSS 3. Og eins og með HTML þá erum við með validator, og þetta svona þegar við erum að vinna í þessu umhverfi sem vefurinn sem alltaf töluvert ólíkur því sem þegar við erum að vinna í einhverjum IDE með compiler og þannig sem að stoppa okkur við bara þegar við gerum einhver mistök og við getum ekki gert neitt meira, þá það mun minna þannig á vefnum og við getum mun auðveldar að gera villur, þannig að búin að vera svolítið svona að ýta að ykkur að nota svona tól, og svo náttúrulega lintir bara önnur tegund af svona validator, og hversu mikilvægt það að koma sér upp og að vera viss, vita af því og nota þetta til þess að fá betri kóða og betri verkefni. En svo þegar við erum að nota þessa hluti í dag, þá þetta náttúrulega frekar svona að þróast mjög hratt, og þá erum við með þessar aðferðir til þess að leyfa vöfrum sem eru ekki komnir með stuðning við allt það sem við viljum nota, til þess að veita þeim aðgang eða hafa eitthvað plan B ef það virkar ekki. Og þá þessi hugtök shim, sem svona almennt tölvunarfræðilegt hugtök, að stinga einhverju virkni úr einhverju nýju API inn í eitthvað gamalt umhverfi, nota gamla umhverfi til að smíða nýja API-ið. Þetta yfirleitt erum að vinna svona með JavaScript virkni, en líka sum CSS virkni. Og þá polyfill það sem kallað þegar við erum að gera þetta sérstaklega fyrir vefinn. Og það eru alls konar þjónustur sem við getum notað í dag, sem bara loada on the fly, alls konar polyfillum, bara út frá því hvaða vafra þú ert að sækja upplýsingarnar með. Vefinn með. Þannig að það eitt, en svo getum við líka lent í því að við erum bara einfaldlega getum ekki fengið eitthvað polyfill, en við viljum geta notað einhvern eins og
gradient, þess að hafa einhvern svona fallegan gradient í bakgrunum af vefnum okkar. En fyrir vefi eða vafra sem að styðja ekki gradient, þá veljum við bara einhvern einn lit sem fallback litin ef að gradienti virkar ekki. Skilgreinum hann, skilgreinum svo gradientin. Ef að gradientin virkar ekki, þá vafrinn að minnsta kosti búin að túlka hitt gildið og það birtist eitthvað. Og þá kemur þetta aftur inn í svona þessa robust pælingu og þetta hugtak progressive enhancement sem að byrja á upplifuninu sem krefst minnstu mögulegrar tækni og bæta síðan ofan á það. Og nota þá polyfill eða fallbacks til þess að geta leyft okkur í dag að nota allt nýja, fína, skemmtilega dótið, en þá annarkvort hafa polyfill þannig að það virki í vafranum, hafa eitthvað fallback þannig að það virki, eða þá að vera bara meðvituð það að við séum að útiloka einhvern hóp af hugsanlegum notendum okkar, bara því að við ætlum ekki að styðja IE11 af því að það of tímafrekt, of dýrt, of flókið, þannig að það bara því miður, það bara ekki, og þá birtum við eitthvað svona upplýsingar til þeirra notenda það að þeir ættu að fá sér nýjan vafra, en oft það ekki hægt, eins og í svona corporate umhverfi þar sem að allir eru bara skikkaðir til þess að vera með sama vafran. Þannig að þetta síðan svona að byrja einfalt og bæta við virkni í lögum. Og þegar við erum að skrifa CSS þá getum við verið að nota í dag virkni sem ekki fullt studd fyrir í framtíðinni. Og við ákveðum þetta sem ég var að segja, við ákveðum meðvita hvað við ætlum að styðja eða stundum hvað við ætlum ekki að styðja og við prófum svo í þeim tækjum sem við ætlum að styðja. Og við reynum að nýta okkur progressive enhancement, þannig að eins og ég búin að vera núna í verkefni sem að bara búin að vera í tæpan mánuð bara að laga bugga í mobile, Safari í iOS 8. IE11 í Windows 10. Og þá þetta bara svona stundum bara svona fallast manni hendur yfir því bara eitthvað, af hverju þessi vafri ekki með stuðning við þetta hérna, og maður þarf að endurskrifa einhvern part af vefnum af því að það bara verkefnið á að virka í þessum vafra og þá bara þarf maður að láta það virka í þessum vafra og það getur bara verið bölvaður vesen. En þá einmitt hægt að sleppa því en maður veit af því, en stundum bara þarf maður bara að bæta búlið og bara get done. Svo þegar við erum búin að skrifa CSS þá getum við tengt það við HTML okkar og það sem við viljum gera að skilgreina þetta bara sem lýsigögn, sem metadata sem tengist HTML-in okkar með því að nota linkrel í head. En síðan getum við líka notað style blokka í style elementinu, sett blokka af CSS í texta, helst í head og þá það líka túlkað og í versta falli sem við notum ekki þegar við bara absolutt þurfum að gera það, þá aðalega ef við erum að gera eitthvað svona mjög dýnamíska hluti eins og að animate eitthvað, gera eitthvað svona parallax-dót sem að flýtur vefinn meðan fólk scrollar eitthvað, þá getum við notað style attribute á elementin til þess að breyta þeim beint. Syntaxinn í CSS, þetta eru reglusett með komum, aðgreindir af komum og með selektorum og svo skilgreiningarblokkir. Skilgreiningarblokkirnar eru inn í curly brackets og þær innihalda engar eða fleiri yfirlýsingar og yfirlýsingar eru svona key value, nafn, tvípunktur, gildi. Og svo eru athugasemdir með svona multiline style. Og svo getum við líka sett svona reglur, þar getum við notað til dæmis til þess að importa önnur CSS-skjöl, ákveðið hvernig einhverjar ákveðnar reglur að birtast, til dæmis bara á prenti og þegar og til dæmis fyrir responsive media queries. Minniháttar villur, ef við gerum stafsetningarvillur í einhverjum attribútum, einhverjum propertyum, þá það í lagi, en ef við gerum einhverjar meiri háttar villur, sem við gleymum að setja curly bracket, þá hættir parserinn á þeim punkti sem að það gerist. Þannig að við getum verið með hálft CSS okkar túlkað. Þannig að svona lítur CSS út, þetta ætti að vera mjög kunnulegt. Svo erum við með lengdir sem eru svona sérstök gildi og við getum skilgreint þær í ýmsu, en við notum yfirleitt pixla eða
EM eða prósentur. Og svo getum við líka notað rem sem þá relative EM sem alltaf miðað við rótina. Og þá erum við yfirleitt að nota EM og rem þegar við erum skilgreina stærð á letri. Pixla þegar við erum að vinna með bara einhverja svona ákveðna hluti eins og við erum með position absolute eða við erum með myndir sem eru í einhverja ákveðnum pixlastærðum. Og prósentur þegar við erum að skilgreina layout stærðir. Þessi dálkur á að vera 50%. Selektorar skilgreina eitthvað mynstur sem að lýsa þá í raun hvað við erum að velja. Þannig við getum verið að velja eitthvað ákveðið element, öll element, attributes, class með þess að punkt, ID með þess að octothorpe, gerfi class eða gerfi element sem eru þá hover, before og after með tvípunkti og svo getum við tengt saman þessa selektora þannig við getum gert á flókna og þá það yfirleitt notað við bil sem að tengið sem þá að setni sér inn í hluttríi fyrri stærri en þá í raun setni selektorinn strangt barn er barn fyrri plus þá hann setna systkini fyrri og svo tilda og þá kemur á eftir fyrra einhvers staðar í listanum af börnunum. Þannig það að nota þetta til að gera mjög flókna hluti. Það svona, það að skoða, margir hafa leikið sér að því að búa til flókin útlit sem að maður myndi halda þyrfti JavaScript en nota bara CSS. Það svona alls konar CSS galdra til þess að ná fram ýmsu virkni. Svona svo rétt snertum að því þegar við erum að gera hamborgaramenjúin okkar sem var bara CSS. En svo specificity það í raun hvernig vafrinn og þeir sem túlka CSS ákveða hvaða gildi ráði. Þannig að við erum búin að vera með einhvern selektor sem að velur einhvern ákveðin hlut og sá selektor fær svona sértækni gildi sem segir til hvort að þær reglur sem að hann skilgreinir séu settar á elementið eða einhverjar aðrar. Þannig að það svona ABCD form hana sem notað og það raun ef við erum að setja þetta inline þá mun hluturinn alltaf vera applæjaður fyrst. Ef við notum ID þá fær það hærra specificity, höldum við okkur frá því að nota ID. Svo C fjöldi attribúta og gerfiklassa og D fjöldi elementa og gerfielementa. Þannig að við viljum reyna að halda okkur á því að nota bara þessi tvö til þess að losna undan svona specificity vandamálum. Það eru afskaplega leiðileg vandamál í CSS. Og svo þessu skeytt saman í tölu sem þá þessi sértækni tala fyrir selektoran. Og sértæknin kemur inn þegar við notum þetta cascade sem cascading style sheets. Þannig að þetta flæðir, þessar skilgreiningar að flæða yfir skjalið af því að þá eru allar þessar skilgreiningar sem við skilgreinum fundnar og þeim raðað eftir þessum lista. Og þannig sjáum við important sem við reynum líka að nota ekki af því að það kemur fyrr í röðinni en síðan sértæknigildið og svo ef tveir selektorar eru með sömu sértækni þá svo sem seinna skilgreindur vinnur. Þannig að þarna hvernig CSS tekið og túlkað hvað á að nota til þess að síðan reikna gildin. Af því að þá fáum við skilgreint gildi ef við setjum það, ef við skilgreinum gildi þá notum við það. Og það kemur frá flóðinu, frá cascadeinu, ef það kemur eitthvað þar þá notum við það. Annars erfum við gildi frá í raun bara forfeðrum í trénu og ef það ekkert gildi þar þá notum við upphafsgildið sem það bara skilgreint í spekknum og síðan þetta reiknað þegar að það búið að finna öll þessi gildi hvaða gildi á að nákvæmlega vera þá eru þau fundin og reiknað út þeim. Þannig að þegar við notum hlutfallsleg gildi þá eru þau reiknað eins og hægt og svo notað gildi fyrir að búið að leysa úr öllum jöfnunum og þá fáum við þetta og svo í raun gildi sem notað í byrtingu. Til þess að það búið að rúna einhverja tölu og svona. Þannig að þegar og þó að við setjum hlutfallsleg gildi, svo 50% eða 3
EM, þá mun það alltaf verða túlkað sem pixlar í vafranum en bara þegar það er búið að leysa út úr þessu og svona. Og box-módelið, það er svona það sem að eiginlega allt í CSS eru kassar. Þá er box-módelið þessum skilgreinir hvernig þessi kassar haga sér, en í grunninn er það að við erum með eitthvað efni. Utan efni getum við haft padding. Padding, við höfum bara þessi hérna. Og utan síðan, það er sett inn í boxinu og padding tekur bakgrunnslit sem er skilgreinum á efninu. Svo getum við sett border utan efnið og paddingið okkar. Og svo getum við sett margin í ysta lagið sem er þá gegnsætt. Þannig að það hleypir í gegnum þessu litnum á foreldrinu. Og með þessu getum við sem sagt stýrt því hvernig þessi box hagar sér. Og raunvídd box er sem sagt samanlögð tala allra þessa hluta. Breiddin á contentinu sjálfu, vinstri og hægri marginið, vinstri og hægri borderinn og vinstri og hægri padding. Og sama á við hæð, viðkomandi. Og þetta getur leitt til vandræða þegar við viljum í raun að efnið okkar sé hlutfallslega. Það taki alltaf 50% af þessu plássi sem það geti eða 100%. En svo ætlum við að setja 1 pixel border, þá fara hlutirnir að vera of stórir, þannig að þeir fara að brotna skringilega. Og þá getum við notað box sizing sem er eitt af svona hlutunum sem kemur í CSS3 module sem að leyfir okkur að breyta því hvernig box-módelið er reiknað. Sjálfgefna gildið sem er þá reiknað út úr kaskettinu og þessu er að vera með content box á þar sem að allt saman er tekið í reikningin. En ef við breytum þessu í border box þá er aðeins margin tekið með í reikningin. Þá er það margin plus breiddin á contentinu sjálfu og contentið sjálft er þá skilgreint sem contentið, padding og border. Og þetta er svona, veit ekki hvort það hefur hjálpað ykkur að hugsa þetta svona, en langflest í CSS er rétthyrnd box. En þá ætla ég að stoppa hér og klárum þessa skemmtilegu yfirferð á mánudaginn. Góða helgi.